Í viku 36 þá eigum við að fara hérna í spanaða spennu í kyrrstæðri spólu og sjálfspannspennu og spannviðnám og síðan spóla í jafnstraumsrás. Og þar á eftir í viku 37 sem þessi vika núna, það spóla með raunviðnámi og við förum í sýnidæmi 1 og stærðfræðilega skiptingu spólu í viðnám, raunviðnám og spannviðnám og þetta eru sýnidæmi 2 og 3 og síðan eitthvað afl í riðstraumsrásum sem við þurfum að skoða og sýnidæmi 4 og í þessum tíma þá skulum við vera að reikna saman eða ég hjálpa ykkur með dæmi 27, 28, 29 og 30. Þetta það sem við förum í. Svo að við skellum okkur í spanaða spennu í kyrrstæðri spólu. Hérna á blaðsíðu 25 í bókinni, þar erum við með þennan kafla, spönuspenna í kyrrstæðri spólu, sjálfspannspenna og þegar við setjum straum á spóluna þá myndast segulsvið í henni sem að spanar upp spennu og þetta köllum við eiginlega sjálfspannspennu. Og þessi spenna hún hindrar strauminn í að renna í gegnum vírin í spólunni. Þannig að það myndast segulsvið sem að hindrar strauminn. Og þetta spanast upp spenna og þessi spenna, við köllum hana mótspennu líka, þessa sjálfspannspennu, hún virkar í rauninni eins og viðnám í spólunni, sem sagt að takmarka strauminn. Þessi spenna sem að spanast upp, sem við köllum mótspennu. Og við sjáum hér aðeins betur hvernig þetta gerist. Segulsviðið samfara straumnum, spólan hún seinkar straum og hérna mótspennan sem við sjáum hér, hún alveg í 180 gráðu fasa við innkomandi spennu og þetta sjálfspannspennan hérna og en það betra að sjá þetta á þessari mynd hérna. Því að rauði ferillinn hérna, það spennan inn. Síðan seinkar spólan straumnum 90 gráður. En sjálfspannspennan hún alveg hérna 180 gráður úr fasa við innkomandi spennu. Þannig að hún myndast hérna alveg sem spegilmynd af spennunni inn. Það þetta rauði ferillinn, inn. Svo að þetta spenna sem að hindrar strauminn í spólunni. Þannig að blái ferillinn sjálfspannspennan, rauði ferillinn innkomandi spenna, spennugjafans og græni ferillinn straumurinn sem hérna kemur langt á eftir spennunni, því að spólan seinkar straumnum. Það 90 gráðu fasvik hérna, því að þarna lítum við á þetta sem spólu sem alveg hreint launviðnám og segulsviðið, það fylgir alveg straumnum, það í fasa með straumnum. Og þarna verið að reyna að sýna þetta með vektormynd, að spanaða spennan alveg 180 gráðu fasa við innkomandi spennu hérna og svo straumurinn hérna 90 gráður á eftir spenni. Ok, þetta svolítið þungt að taka inn svona í byrjun, en við vorum búin að fara yfir sjálfspannsstuðulinn og hvað
kjarninn í spólunni hafði mikið áhrif líka. En þetta svona fyrirbæri sem við erum að skoða og það sem við teiknum upp aðalega í straumvektormyndum, við höfum spennuna sem viðmiðun og raunstraumina þess sem á sér, en síðan launstraumurinn teiknaður hérna á eftir spennunni og hérna niður. Það straumurinn í straumvektormyndum í rauninni. Og þá næsta mál, það rauninni hvernig að, samanburðurinn við raunviðnám í jafnstraumsrás, að þetta virkar reynilega mjög svipað. Það kemur eins og mótspenna hérna á raunviðnáminu sem að hindrar strauminn. Við getum hugsað okkur það. Alveg eins þá hindrar spólan straum með því að mynda mótpól við strauminn, spannspennan. Þannig að hindrar í að straumurinn renni spóluna. Og hérna við förum einhvern tímann í gagnkvæmt span, það kannski beðið það líka hérna. Við erum bara að tala sjálfspannspennu, spanviðnám og við skulum athuga hérna með spanviðnámið, rifja það upp. Það þetta að reikna það út. Hérna, það formúlutáknið sem sagt XL og ég var með það hérna framar. Ég hafi sýnt það hér til hliðar einhvers staðar. Já, hérna. Þetta spanviðnámið. XL sama sem tvisvar pi sinnum F sem tíðnin, við þurfum að nota 50 rið, sinnum sjálfspannstöðullinn. Þannig byggist upp sem sagt spanviðnámið í spólunni eða launviðnámið. Í bókinni hjá ykkur þá þessi formúla ekki hérna við hliðina. Hún ekki hérna á staðnum. En hún hérna númeruð 54, þannig að hún kemur bara seinna. Þessi formúla númer 42, þannig að hún kemur fram hérna seinna í bókinni. En ég vildi hafa hana hérna til hliðar við þessa fyrir sjálfspannstöðulinn, formúluna fyrir sjálfspannstöðulinn, vegna þess að svo við getum séð samhengið í þessu. Þegar við erum með loftkjarna, þá erum við með mjög litla seguleiðni, þetta mý hérna í kjarnanum og þar af leiðandi þá erum við með litla stærð sem sjálfspannstöðul hérna L sem að einingin þá Henry. Við breytum voðalega litlu vafningafjöldanum eða þverflatamáli spólunar eða lengdinni eftir að búið að byggja spóluna og framleiða hana. Það sem gæti verið hægt að breyta, það sem sagt efnið í kjarnanum. Það getur breyst eins og breytast úr því að vera loft yfir í það að vera járn. Og þarna verður gríðarlega mikil breyting úr loftkjarna í járnkjarna. Loftkjarni hefur mjög litla seguleiðni, 0 mjög lítil stærð, og við sjáum þá stærð ekki hérna alveg á næstunni, hún samt hérna ekki langt frá, en járn, það mörg þúsund sinnum stærri tala og þess vegna stækkar sjálfspannstöðullinn ef við erum með járnkjarna í spólunni. Og þar leiðandi verður launviðnámið eða spannviðnámið miklu stærra. Ef að L stækkar, þá erum við með stærri margfaldanstöðul hér og þá eykst launviðnámið eða spannviðnámið í spólunni. Því að þetta eiginlega fasti hérna, 2 sinnum pi sinnum 50, F-ið tíðnin. Já, þetta var spannviðnám spólunar. Og þá það fleira sem við höfum að taka fyrir hérna. Það spóla í jafnstraumsrás, blaðsíðu 30.
og það hérna rétt fyrir aftan. Því að í jafnstraumnum þá verðum við eiginlega vör við span eingöngu við tengingu og rof. Hérna er formúlan sem ég var að sýna ykkur og í samhengi við sjálfsbáðstöðulinn. Og það er náttúrulega einhver leiðinni verið að leggja fleiri formúlur sem leggja upp þessa formúlu, hvernig hann byggist upp náttúrulega líka. En það er ekki aðalatriðið. Við skulum fara í þetta hérna hegðun spólu í jafnstraumsrás, sem sagt að við verðum vör við span þegar við setjum straum á rásina þegar að við tengjum þennan rofa hérna í tengiaugnablikinu, þá byrjar straumurinn að renna, þá reynir að hindra strauminn með því að mynda jákvæða spennupól hérna, spólan, og síðan dvína það niður þegar að straumurinn er orðinn jafn í rásinni. Þegar við komum bara hringrás hérna í jafnstraumi, þá verður það bara stöðugur straumur hérna og við sjáum ekkert meira span og enga segulvirkni öðruvísi nema bara að segulvirknin er ekki breytileg, heldur bara stöðugar segulkraftlínur í spólunni. Svo ef við rjúfum strauminn, þá reynir hún að hindra straumbreytinguna, sem sagt, og hún reynir að viðhalda straumnum. Og við það þá myndast hérna neisti á snertunni, því að loftið það verður leiðandi í augnablik. Og þetta er nýtt náttúrulega þegar við erum í rafsuðunni, þá nýtum við þetta að þá myndast hérna ljósbogi og við notum ljósbogan einmitt til þess að sjóða með í rafsuðu. Og þetta er aðalega notað í pinnasuðunni. Þannig að eingöngu við tengingu og við rof að þá fáum við breytilegt segursvið og verðum vör við sem sagt spanviðnám. Síðan dettur spanviðnámið niður í 0 og það er bara jafnstraumur gegnum spóluna og síðan hérna þegar við rjúfum þá hérna myndast spanviðnám aftur í rauninni eða hún reynir að viðhalda straumnum. Það er að vísu önnur áhrif en þetta er hvort tveggja svona tregða í rásinni við að fyrst að straumurinn renni og síðan við það að straumurinn dvíni. Og það er sýnt hérna með þessu náttúrulega logaritmíska falli hérna og það er talað sem sagt eftir 1 tímastöðul að þá verði straumurinn komin upp í 63% af heildarstraumnum eða hámarksstraumnum við tengingu og síðan við rof þá verði straumurinn komin niður í 38,6% af allir stærðin hérna niður. Þannig að hérna, af heildarstraumnum. Þannig að það er hægt að reikna út sem sagt líka bæði hérna auðvitað tíman á þessu, reikna út tímastöðulinn líka en við notum það mjög lítið, við reiknum aðalega tímastöðulinn varðandi þétti. En það er bara að hér höfum við sem sagt breytilega straum, vaxandi eða minnkandi í þessum formúlum og I er endanlegi straumurinn og þegar að segulsviðið komið í jafnvægi og E er grunntalan í náttúrulegum logaritmia og R er raunviðnám í rásinni, L er sjálfsbæðstöðullinn, það er sagt Henry einingin. Og þannig að þetta er sem sagt eins og við sjáum á þessari mynd hérna, þetta er nýtt í
þegar við erum að sjóða. Verður til ljósbogi hérna og þá oft spennan hún tekin niður og stundum bara jafnspennan notuð í rafstöðinni og þá hérna sjóðum við, notum pinnasjóðu þá hérna. Ok, þetta verkefni reyndar ekki lengur í notkun í gangi, þetta 15G, þannig að við vorum að skoða þennan ljósboga. Við notum það ekki lengur í það, því miður, en þið eruð náttúrulega að sjóða pinnasjóðu og þá þekkið þið þetta fyrirbæri alveg. Hérna við erum búin að fara í spólu í Hallgrímsás, já, ok, og síðan erum við hérna með sýnidæmi 1, aðeins að líta á það. Spóla með raunviðnámi. Skoðum það hérna. Áður lítum við á sýnidæmi 1. Spóla með raunviðnámi. Spólan, hún hefur bæði þann hluta á raunviðnáminu sem tilheyrir eyrnum í vírnum. Það köllum við vírviðnámið, RL-vír, annars vegar, og hins vegar RL-járn sem tilheyrir járnkjarnanum. Og yfirleitt náum við að reikna það út með því að taka aflsmælingu á spólunni og þegar við mælum líka strauminn, þá getum við nota formúluna P saman sem I í öðru sinnum R og til að finna út heildarviðnám raunviðnám spólunar, þá segjum við bara R saman sem P deilt með straumnum í öðru veldi til þess að fá heildar raunviðnámið. Getum við dregið vírviðnámið frá og þá heildarviðnáminu og þá vitum við hvað afgangurinn það raunviðnámið sem tilheyrir járnkjarnanum. Og allt þetta raunviðnám sem í spólunni, það táknum við hérna með þessum kassa hér, efri kassanum hérna, táknunum fyrir raunviðnámi. Þessi efri mynd hérna tengimynd af spólu, en jafngildismynd þessi mynd kölluð hérna fyrir neðan, mynd 38. Þar sem að við tökum fram sérstaklega raunhluta spólunnar og síðan launhluta spólunnar eða spanviðnámið, stundum kallað launviðnám. Það alveg sami hluturinn, spanviðnám og launviðnám, þetta alveg sami hluturinn. En hérna ættum við í rauninni ekki bara að kalla þetta RL-vír, heldur hérna ætti þetta í rauninni vera allt raunviðnám spólunar, ekki bara RL-vír. Já, hérna ættum við kannski meira við spólu bara hreinlega með hérna loftkjarna. En ef við vitum ekki eða höfum ekki aflmælingu á spólunni, þá vitum við ekki hérna allt raunviðnámið. Og þá erum við að vinna þetta út frá RL-vír. Og hins vegar, já, það getum við fundið út spennufallið yfir RL-vír með því að nota strauminn ef við vitum hann og sinnum mælda viðnám spólunar með af og mæli, þá getum við mælt viðnámið í vírnum. En ef við vitum spanviðnámið einhvern veginn, vissum það eða það hefur verið gefið upp, þá getum við margfaldað það með straumnum og fengið út spanspennuna. Og þannig getum við þess vegna teiknað upp spennuvektormynd. Og straumurinn sem sagt hann hérna alltaf 90 gráðu eða sagt í spólu sem að hefur alveg hreint launviðnám, þá erum við með strauminn sem sagt 90 gráðum á eftir spennunni. Og hérna
við að skoða hérna spannspennuna. Við sjáum hérna það 90 gráðu afstæða milli raunhlutans og launhlutans í spólunni. Og það teiknum við upp sem vektormynd svona, þannig að raunhlutin samferða straumnum af því að það ekkert fasvik á spennunni, þeim hluta spennunnar sem yfir raunviðnámið, en það 90 gráðu á hreinni launspennu UXL miðað við strauminn. Og þannig teiknum við upp vektormyndina. Og ef við búum til hjálparlínu hérna upp frá raunspennunni beint upp og síðan frá launspennunni beint til hliðar til hægri, að þá þar sem að þessar hjálparlínur skerast, þar erum við með heildarspennuna. Og það væri svo sama spenna og við myndum mæla. Og hér skulum við þá segja að viðnámsvektormyndin, hún það teiknuð upp svona, þá sleppum við að nota strauminn hérna eins og í spennuvektormyndinni vegna þess að við erum ekki með neitt straum, eða við bara hugsa viðnámið í þessu. Og þá þetta setan sem kemur í stað fyrir heildarspennuna. Þá erum við með heildarviðnámið í rásinni, setuna, og launviðnámið hérna. Það sama fasvikshorn bæði í viðnámsvektormyndinni og í spennuvektormyndinni, alveg nákvæmlega sama fasvikshornið, og frá raunviðnáminu yfir í sýndarviðnámið. Þar erum við með sama fasvikshornið og frá raunspennunni upp í heildarspennuna hérna í spennuvektormyndinni. Ok, þannig að hérna sjáum við þetta, við getum teiknað þetta líka upp eins og þríhyrning og við færum bara x-ellið eða ö-x-ellið hérna alveg út til vinstri og teiknum þannig upp vektormyndina. Og við notum Pýþagórasarregluna til þess að reikna út heildarspennu, svo getum við fundið alla aðra þætti með því að snúa þessu eins og þið þekkið. Bæði fyrir spennu og sýndarviðnám. Og það gerum við bara í dæmunum sem við förum að reikna, að snúa hérna Pýþagórasarreglunni á alla kanta, þannig getum við reiknað út spannuviðnámið eða raunviðnámið ef við vitum hina tvo þættina. Sýnidæmi 1, við áttum að fara í það, að við höfum hérna spóla hefur raunviðnámið 20 ohm, spannuviðnámið 16 ohm, tengt við 238 net. Og við höfum að gera tengimynd og kannski líka jafngildismynd, og eftir það höfum við að gera viðnámsvektormynd. Væntanlega allt saman gefið upp. Hér tengimyndin ekki sýnd beint, heldur gerum strax jafngildismynd. Þannig að við erum með raunhlutan 20 ohm, við sýnum 16 ohma spannuviðnámið hérna, og þessi kassi hérna utanum sýnir sem sagt að þetta ein heild spólan. Þannig að brotalínukassin sýnir að spólan í heild hérna utanum bæði raunhlutan og launhlutan. Og svo getum við líka merkt á þetta sem sagt URL-vír og UXL, og svo náttúrulega heildarspennan sýnt hérna og straumurinn í gegnum rásina. Þetta svona myndir sem við teiknum upp og merkjum alltaf inn á, við höfum byrjaðar á þessu. Og til þess að finna setuna í þessu dæmi, þá setjum við raunviðnámið í annarveldi, 20 ohminn í annarveldi, pluss spannuviðnámið 16 ohm í annarveldi, og fáum setuna 25,6 ohm. Til að reikna raunaflsstöðulinn, þá segjum við RL-vír deilt með setu, og þá það 20 deilt með setunni sem við vorum að reikna út, 25,6, og fáum cos phi, sem alltaf tala sem lægri heldur en 1. Cos phi getur aldrei verið stærri heldur en 1, annars erum við að gera einhverja vitleysu. Þannig að við fáum út af þessu raunaflsstöðulinn cos phi 0,78.
og þá hægt að finna Pasvíkshornið með aðgerðinni Cozy mínus frystaveldi og þetta eru þá 38,6 gráður. Og þá hægt að reikna út strauminn af því að við vitum setuna. Spennan 230 volt, deilum með 25,6 ómum og fáum út strauminn sem 8,98 amper. Og þegar við vitum strauminn, þá getum við margfaldað strauminn sinnum viðnámið, fengið raunspennuna og launspennuna. Þá straumurinn sinnum 20 óma raunviðnámið, fáum 179,6 volt. Raunspennu og straumurinn sinnum 16 óma spannviðnámið fáum 143,7 volta ÖXL launspennuna. Og þá getum við reiknað út og kannað hvort við erum að gera rétt, prófað svarið hjá okkur eða prófað þessi svör, hvort við erum með rétta spennu hérna. Þá setjum við það inn í Pythagorasregluna. Þá það raunspennan, setjum hana inn í annað veldi, 179,6 volt í annað veldi, pluss 143,7 volt, launspennan í annað veldi, tökum svo rótina af summunni og fáum tilbaka 230 volt. Og í spennuvektormyndinni þá merkjum við strauminn sem viðmiðun, setjum raunspennuna hérna, fáum heildarspennuna og launspennan ÖXL hérna. Drögum hjálparlínuna hérna, það brotalína, út frá ÖXL til hægri og beint upp hjálparlínu frá þessum að ÖRL endar, beint upp, hjálparlínu beint upp, frá því sem að ÖRL endar og þar sem að skerast þar erum við með heildarspennuna. Og þá ætti Pasvíkshornið að vera rétt 38,6 gráður. Spannstöðullinn síðan fundin út frá þessari formúlu hérna af því að við vitum spannviðnámið. Og við höfum formúluna tussen pi sinnum f sem tíðnin 50 rið sinnum L og einangrum L út úr þessu þá deilum við upp í spannviðnámið XL 16 ohm með tussen pi sinnum 50 og þá fáum við út 0,05 Henry, það stærð spólunar. Við erum búin að fara yfir þetta sýnidæmi 1 og í rauninni þá erum við búin að fara í gegnum stærðfræðilega skiptingu spólunar í raunhluta og launhluta og vektormyndin sýnir sem sagt Pasvíkshornið frá straum yfir í spennu, hvað spennan komin langt hérna á undan straumnum og þannig raunspennan og launspennan og þetta það sama, vektormyndin, spennuvektormyndin og þá getum við sagt að það alveg sama horn í sýndarviðnáminu, setunni og þá getum við teiknað viðnámsvektormynd alveg eins og spennuvektormynd. Það sama hornið. Ef að hornið rétt, þá ætti öll hlutföllin í hinum stærðunum í vektornum að vera rétt. Þannig að þá kvarðinn ekkert vandamál. Þannig að raunhlutin hérna, alltaf á x-ásnum og launhlutin á y-ásnum, það kallum það x, og setan síðan heildin á spólunni. Og þessa aðgerðir í reiknivélinni, við sleppum þeim af því að við erum bara að nota sinus og kosinus aðgerðirnar. En þetta þótti bara sniðugt áður. Og skoðum aðeins sýnidæmi 2. Við ætlum að taka það líka hérna. Við erum sýnidæmi 2 og 3 og reyndar 4 líka. Við förum yfir þetta efni hérna. Hér, við erum búin að fara í þetta hérna og við erum að fara núna í þetta hér.
Og áður við förum í aflið, þá ætlum við rétt að fara í sýnidæmi 2 og 3. Að hér höfum við spólu og við fáum eitthvað annað gefið upp heldur en í fyrsta sýnidæminu. Hér fáum við fasvikið gefið 30 gráður og sýndarvennar spólunar 10 ohm. Þá þurfum við að reikna þetta út frá horninu og við teiknum sem sagt spóluna. Þetta er í rauninni bara tengimynd. Jafngildismyndin er ekki teiknuð hérna og þá notum við kursregluna, sem sagt RL deilt með setu og einangrum RL út fyrir og vinstra megin hérna og margföldum setunum með raunafstöðulunum eða kósinus af 30 gráðu horninu og fáum 8,66 ohm. Þá vitum við raunhluta spólunar og síðan notum við sínusregluna XL deilt með setu og við getum tekið sínusinn af 30 gráðum og margfalda sinnum 10 ohm setuna, fáum 5 ohm sem spanviðnámið. Og þá erum við komin með alla stærðirnar í vektoramyndina. Þetta var sýnidæmi 2 og við þurfum ekki að fara lengra í bili. Sýnidæmi 3 tökum við, hvernig var það? Jú, við tökum sýnidæmi 3 núna líka. Ok, þetta er mjög svipað. Við höfum spólu hérna, að þá er eitthvað allt aðrar upplýsingar gefnar hérna. Við erum með spennu og 50 rauðatíðni og við ætlum að reikna strauminn sem við tekum frá neti. Þannig að við tökum stærðirnar úr sýnidæmi 2, því að setan er 10 ohm. Þá getum við reiknað út strauminn. Straumurinn er það sem sagt 23 ampere af því við deilum setunni í spennuna. Og þá fáum við strauminn og þá getum við skipt sem sagt, við erum með þessar upplýsingar 8,66 og þessi 5 ohm úr síðasta dæmi. Það var hérna 8,66 og síðan vorum við með spanviðnámið með 5 ohm. Það var úr síðasta dæminu. Og setjum það inn í jafngildismyndina fyrir dæmi 3. Reiknum út frá straumnum raunhlutaspennunar og launhlutaspennunar. Margföldum það saman, sem sagt raunviðnámið og strauminn, fáum raunhlutaspennunar 199,2 volt og spanviðnámið, það er 23 ampere straumurinn sinnum 5 ohm, 115 volt og þá erum við komin með spennu, þess að vektoramyndina fyrir spennuna eða spennuvektoramyndina. Og þá getum við sett inn, það er 30 gráðu hornið hérna og þá teiknum við þetta út hérna UR, þannig að passa inn á myndina og búum til hjálparlínu hérna upp. Setjum línu hérna upp, þar sem við teiknum 30 gráðunar hérna, teiknum línu hérna sem punkt hérna á línuna fyrir heildarspennuna og drögum frá 0 punktunum hérna í gegnum þann punkt sem sýnir okkur 30 gráður og þar sem heildarspennu vektorinn sker hjálparlínuna hérna frá raunhlutanum, þar endum við með heildarspennuna. Svo tökum við út hjálparlínuna hérna til vinstri, brotalínu, og þar sem hún sker vektorinn fyrir launspennuna, þar endar vektorinn fyrir launspennuna sem við vorum að reikna út hérna, sem er þá 115 volt hérna og raunhlutin var 199,2 volt hérna frá og hingað. Þannig byggjum við upp spennuvektoramyndina.
Þetta erum við farin að gera með því að reikna dæmi 25 til dæmis, sem við gerðum í síðasta tíma. Og þið eru með heimaverkefni 1 þar sem að fáum við væntanlega einhverja aðrar upplýsingar, kannski hornið, og svo takmarkaðar upplýsingar í viðbót til þess að leysa heimadæmið. Afl í rafrásum, það er það næsta sem við gerum hérna, og þá er vektoramyndin fyrir það. Það er svona, hún lítur út svona, og það er sýndaraflið hérna, það er heildin, raunaflið er P og launaflið er Q. Þannig skiptist aflvektoramyndin og stundum teiknum við þetta út frá spennuvektoramyndinni. Raunaflið eins og raunhluti spennunar hérna, það er P er alltaf raunafl. Það er í fasa með straumnum, það er ekkert fasvik þar í raunafli, eins og það er hitaelement, til að hita upp vatn eða hita upp loft. Þar eru ekki með neitt fasvik, svo að það er alveg samferða straumnum. En launaflið, það er alveg 90 gráður fasa, þess að Q-ið 90 gráður fasa við raunaflið og strauminn. En við sýnum ekkert strauminn endilega inn á svona aflvektoramynd. Og stundum er aflvektoramyndin teiknuð alveg öfugt við þessa mynd hérna. Það sem að oftast eru við þá að líka eftir þegar við með, eins og straumvektoramynd. Þá er sýndaraflið sýnt hérna alveg öfugt niður og Q líka niður, og en P er alltaf á sama stað, raunaflið alltaf á sama stað. Svo að einingarnar, eina sem við eigum eftir að minnast á hérna, P, það er í vöttum, það er 2 stórt, það er einingin fyrir það. S-ið, sýndaraflið, það er volt-ampere, það er VA. Q-ið er volt-ampere reaktív. Er það sýnt hérna? Nei, við erum ekki með einingarnar hérna alveg strax. Við gætu komið hérna seinna einhvers þar. Jú, hérna er það. Hérna er það sýnt. Raunaflið, það er sem sagt í vöttum, kilowöttum eða megavöttum. Sýndaraflið hérna er í voltamperum eða kilovoltamperum eða megavoltamperum. Það er bara spennusönnum strömmur, voltamper. En launaflið, það er í voltamperum, litla R stendur fyrir reaktív eða óvirkt afl. Eða sem sagt kilovoltampere reaktív eða megavoltampere reaktív. Ok. Og þetta litla L hérna, við notum það oft fyrir laun, til þess að eins og í launstraumi eða launspennu eða einhverju slíku. Og síðan líka launafl. Og eigum við að fara í sýndæmi 4. Aðeins til að skoða þetta. Förum við gegnum sýndæmi 4 og þá eftir það förum við að reikna dæmi. Hér höfum við álag sem tekur 25 ampere, tengt við 230 volta einfasa straumspennugjafa, og hérna er sýnt tengimynd fyrir það. Og við eigum að finna sýndaraflið, raunaflið og launaflið. Raunaflstöðullinn er 0,8. Það er sem sagt cosine phi. Og við vitum spennu og straum. Það er gott. Þá getum við reiknað út sýndaraflið. Þið sjáu að þetta er einfasa. Hvað myndum við gera ef við værum með þetta þryggjafasa? Þá þurftum við að margfalda líka með rótina 3. En það er ekki hérna, þetta er bara einfasa. Þá margfaldum við bara spennu sinnum straum. Þá fáum við einfasa sýndarafl, S hérna. Og þá er það 230 sinnum 25 ampere sem voru gefin í dæminu. Þá fáum við hérna
5750 volt ampere, það er einingin, eða ef við breytum þessu á reiknivélinni, þá höfum við hérna takka sem stendur á ENG. Það er Engineering Units. Og þá getum við breytt þar yfir í kilovoltampere með því að smella á ENG-takkan. Þá fáum við 5,75 kilovoltampere. Og raunaflið, þá notum við raunaflsstöðulinn, margföldum við sinnum cos phi sem var 0,8, þá er það straumurinn 25 ampere sinnum spennan 230 volt sinnum 0,8 raunaflsstöðulinn. Fáum 4,6 kW eða 4600 vött. Síðan þurfum við að undirbúa síðasta atriði hérna að reikna út launaflið vegna þess að við höfum bara cos phi sem var 0,8. En við þurfum að finna út hornið fyrst. Þá notum við aðferðina cos í mínus fyrsta af 0,8 gefur okkur hornið 36,86 gráður. Tökum við svo sínusinn af 36,86 gráðum og fáum 0,6 sem er sínusinn af þessu horni. Þá getum við fundið út launaflið. Þá tökum við strauminn 25 ampere sinnum spenna 230 volt sinnum sínusinn af horninu 0,6 og þá fáum við launaflið 3450 volt ampere reaktiv overstafl eða 3,45 kilovolt ampere reaktiv. Og þá er hægt að teikna upp vektormyndina því að við vitum hornið 36,86 gráður. Þá drögum við, setjum gráðbógan hérna og merkjum við 36,8 gráður og þannig að þetta passi hérna inn á blaðið hjá okkur hæfilega. Að þá teiknum við út línu P hérna, gerum hjálparlínu og þar sem það sker línuna, þar sem við dróum í gegnum 36 gráðunar, punktinn og þá erum við með sýndaraflið hérna, svo tökum við hjálparlínu hérna út, þar endar launaflið, Q-ið. Þannig teiknum við upp vektoramyndina, sem sagt aflvektoramyndina fyrir þetta dæmi. Þá erum við búin með þetta sýnindæmi 4. Og þá ætlum við í rauninu bara að fara að reikna. Þá smelli ég hérna á Stop Recording.